Haustlitirnir eru nú að ná hámarki en misjafnt eftir tíðarfari hversu lengi fram eftir hausti hægt að njóta lita dýrðarinnar. Haustlægðir með rigningu og roki geta feykt burtu haustlitunum og því vissara að njóta þeirra meðan þeir skarta sínu fegusta. Hulda Sif Hermannsdóttir, verkefnastjóri hjá Akureyrarstofu, segir að Akureyri sé einstaklega falleg á þessum ástíma. Atvinnu sinnar vegna sýnir Hulda Sif fólki oft bæinn og við á N4 báðum hana að fara með okkur á 3 staði þar sem haustlitirnir njóta sín sérstaklega vel. Varstu lengi að ákveða staðina 3? Nei, það kom nú bara býsna fljótt. Það margir fallegir staðir á Akureyri og ákvað að halda mig bara innan bæjar. En Akureyri nú falleg á þessum ástíma? Já, og meira að segja í rigningunni sko. Já, við nálgumst minjasafnið og minjasafnskirkjuna og nonnahús. Þetta nú bara eins og póstkort bara. Já, þetta bara algjörlega fullkomið póstkort, náttúrunnar hendi. Og bakvið, það sést náttúrulega ekki, minjasafnið. Og getur við gengið upp eftir og liggur stígur upp og þarna fyrir ofan, eftir brekkun sem sagt á kirkjugarðurinn. Og ég bara hvet fólk til þess að rölta Þetta æðislegu staður. Ferðu hingað með gesti? Já, algjörlega. Og nonnahús svona, maður verður að koma þangað sko, minjasafnið alltaf með frábærar sýningar og bara elsti hluti bæris. Eru að mínu viti fallegustu húsin. Og þá sérstaklega á haustin? Já, þetta bara, ég held að maður gerir sér bara ekkert grein fyrir því að sko, það bara ekkert allstaðar sem að þú bara kemst í þessa liti. Eins og okkur finnst það kannski bara sjálfsagt. Jæja, svo það úr miðbænum í Lystigarðinn. Maður verður að heimsækja Lystigarðinn á haustin líka. Jæja, nú heldur betur litadýrðin. Já, bara heldur betur. Þetta Lystigarðinn meðal annars hefur þann tilgang að sýna fjölbreytni í plöntum. Ég veit ekki hversu margar tegundir hérna en fyrir þá sem eru mjög áhugasamir þá geta þeir komið hingað og borið saman mismunandi liti eftir tegundum til dæmis. Og svona þetta koma mynda hérna, ljósmynda. Já, það nú margir sem hafa gert það. Já, algjörlega. Og ég sá það á Facebook til dæmis í gæri á síðustu daga. Fólk alveg að reyna sig svolítið hér sko, með aðdráttarleysur og alls konar. Og En ef þú nú ljóðskáld, Hulda? Já, ef ég væri ljóðskáld og ef ég hefði þannig minni að ég gæti nú rifja upp eitthvað gott, þá myndi ég bresta í ljóðalestur. En það betra heima að setja þann á stað farið ef maður ekki alveg viss. Þannig að við skulum bara láta það við sitja. Svona skoða garðinn svolítið betur, en hvert ætlarðu svo að fara með okkur? 3. og síðasti staðurinn? Já, 3. og síðasti staðurinn. Ég ætla að fara með okkur á stað sem ekki jafn þekktur og Lystigarðurinn og ég held að það gildi bæði bæjarbúa og náttúrulega ferðamenn, en það aðeins lengra frá miðbænum en Lystigarðurinn. Ég ætla að fara með okkur í Glerárgil. Það ofboðslega fallegt og það bara mjög aðgengilegt, þannig að ég held að ætlum að kíkja þangað aðeins. Já, ég held að Glerárgilið, þetta var nú góð uppástunga. Já, ég held að. Þetta skemmtilegt að rölta í gegn. Það eru fína leiðir af og niður eftir fengist inn á Glerárgötuna og þar áfram og maður þarf auðvitað að fara varlega þannig að maður komin niður í gilið. En það gildir nú bara dagstælega, fara varlega, almennt. Þetta bara, ég held þetta sé perla sem að fólk að vera duglegri við að nýtast, koma og það kannski ekki þægilegast í heimi út með börn í kerru en þá það að taka bara neðri hluta og þannig að maður bara vel sér það leið sem að hentar. En ef að fólk ætlar að njóta haustlitanna þá þarf það að nota tímann vegna þess að ef að hvessir þá kannski bara allt búið. Já, ég bæði ef það hvessir
og svo núna er náttúrulega búið að rigna allverulega og við erum hérna hundblauð. Sko, ég mun ekki hafa tækifæri til að gera haustdansi minn, það er alveg ljóst, því að laufblöðin eru bara orðin þannig og svo þarf afskaplega lítið til þess að feikja þessu öllu. Þannig að hérna, ég myndi taka veðurspána og fylgjast vel með og ef fólk ætlar að nýta svona síðustu haustdagana til útivistar og njóta.